að það væri ekki hægt að taka markaður af því að þú væri hvítur kall og gagnkynhneigður og ríkur og ég veit ekki hvað, þú ert alltaf bara næst í þessu. En sko, en málið er þetta er alltaf spurning Sjáðu strax byrjuð. Nei, sko, en málið, sko, ég bara fyrirgefðu Þórarin ef ég, en sko, Ég myndi aldrei segja að þú ert kona í millistétt og svona jú, litin. þú myndir víst segja það. Af hverju? Af því að þú myndir víst segja það. Ég myndi aldrei þú ert segja. ófötluð kona og ég held þú myndir alveg, en allavega, sko, þetta var punktur hjá mér. Sko, við þurfum náttúrulega að tala um forréttindi og við þurfum að tala um það við krakkana. Við þurfum, og þegar við erum, ég er ekki reynda búin að sjá hennan píramída, en mér strax vel á hugmyndina, sko, en en við viljum auka samkennd meðal barna. Heldur að þetta sé leiðin? Já, sko, málið er það, þetta er spurning um framsetningu og samhengi hlutana. Við hérna tvö fullorðnir að gantast með, ég er að segja eitthvað svona við þig, af því að það hefur oft verið gefið leyfi á hópin sem er valdameiri, það ekki. Það er svona veiðileyfi pínu á rétt eða rangt, en það hefur svona pínu verið að manneskja í lægri valdastöðu hefur pínu veiðileyfi kannski á þann, ertu með mér? En ekki öfugt, af því að það er bara siðlaust, þú gerir það ekki. Þú fattar hvað, af því að valdið er hjá konunum í dag, þannig að karlar ættu að hafa veiðileyfi á konur. Nei, sko, þetta er náttúrulega bara algjörlega rangt, af því að ef þú ætlar að fara að tala þú veist, alla konuna sem er í efstu embættum þjóðarinnar, þá er það alveg rétt. Við höfum náð miklum árangri þar. Og ættu það aðrir embættismenn sem eru neðar að hafa veiðileyfi á þær konur? Nei, sko, af hverju ekki? En býtu, þú veist, ég sagði þetta svona pínu, svona eins og hugmyndalega séð, auðvitað gefum við ekkert veiðileyfi á fólk. En í svona tveggja fólkstali. Þetta er bara ég og þú. Já,